Sport FM. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neina, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðinn hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur. Verið velkomin með okkur hér í íþróttahúsið að Varmá í Mosfellsbæ. Framundan leikur Aftureldingar og Stjörnunnar, leikur 3 í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Ég heiti Sævar Már Guðmundsson og kem til með að lýsa því sem fram fer hér í kvöld. Liðin eru búin að leika 2 leiki í þessari rimmu þar sem að Afturelding hefur unnið báða leikina 3-1 og síðasti leikur var semst á laugardaginn á Álftanesi og þar sem Afturelding vann leikinn þann leik 3-1 og hún var meidd einmitt, hún Rósa Dögg Ægisdóttir var meidd í þeim leik og sú sem spilaði upp gömul í hettunni Guðrún Ása Kristleifsdóttir. En liðin eru mætt í leiks hér í 3. leikinn og það lið sem að vinnur fyrst 3 leiki kemst í úrslitarimmuna. Sýnist svona á öllu að Rósa sé komin tilbaka fyrir liðsins. Og við erum verið velkomin á 3. leik Aftureldingar og Stjörnunnar í undanúrslitum. Þess ber einnig að geta að við erum að geta fyrirliða þjálfaraliðanna, við erum með Stjörnunnar. Fyrirliðin með 9 Rósa Dögg Birta Björnsdóttir er einnig á leikmannalistanum hjá Stjörnunni. Náttúrulega gríðarlega reynslu sem uppspilari. Hér eru fyrirliðarnir kynntir þjálfarar. Og já, eins og ég segi, það er lið sem að vinnur fyrst 3 leiki mun keppa svo Íslandsmeistaratitilinn sjálfan í úrslitarimmu sem hefst á mánudaginn eftir viku. Þá kynnum við dómaraleiksins, aðaldómari Brynjar Pétursson og honum til aðstofar Jón Ólafur Valdimarsson. Við sjáum að Brynjar Pétursson er aðaldómari hér í kvöld og með honum er Jón Ólafur Valdimarsson. Stjörnunnar, númer 1 Brynja María Ólafsdóttir, númer 2 Tíveig Hanna Sigmundsdóttir, númer 4 Ragnheiður Tryggvadóttir, númer 10 Ásthildur Gunnarsdóttir, númer 14 Erla Rán Eiríksdóttir,
og nummer 16 Birta Björnsdóttir. Líbero nummer 12 Sóley Berg Viktorsdóttir. Þá byrjar lið Aftureldingar. Nummer 1 Sigdís Lind Sigurðardóttir. Nummer 2 Steinunn Guðbrandsdóttir. Nummer 3 Fyrri Helína Þorstálóða. Nummer 8 Fjóla Rut Sjá hér byrjunarliðin kynnt til leiks. Og nummer 13 Helena Hansson. Líbero nummer 4 Kristína A. Þorstálóða. Liðin eru skipuð svipað og eins og Aftureldingar, eins svipað eins og hefur verið í sínum leikjum. Já, Stjörnunni sýnist mér Birta Björnsdóttir byrja sem uppspilari inn á. Greinilega ekki alveg orðin heil hún Rósa Dögg, en Birta á eflaust eftir að reynast mikilvægur hlekkur í liði Stjörnunnar hér í kvöld, en það er allt til reiðu og Birta byrjar með boltan fyrir Stjörnuna. Lekur yfir netið þessi bolti. Fyrsta stigið komið hjá Stjörnunni 1-0. Fín uppgjöf. Aðeins hærri uppgjöf þarna. Sigdís á miðunni. Varnarleikur hjá Stjörnunni og Ragnheiður með skell. Og Erla Rán þarna með stórglæsilega hávörn. Fín lauma hjá Mikaelu. Erla Rán sækir og Heili fyrir aftan. Erla Rán laumar þessum í gólf. 3-0. Stjarnan byrjar vel hér í kvöld. Ætlar að reyna að lengja þessa rimmu. Svona leikirnir hafa einmitt allir byrja svipað. Þar sem að Stjarnan kemst í smá forskot. Þarna skellur frá Steinunni Guðbrandsdóttur hjá Aftureldingu. Og Heili fast smast þarna í vandræðum. Steinunn laumar honum yfir. Stjarnan í smá vandræðum með kemur boltanum yfir. Og Sigdís á miðunni, setur hann í gól. 2-3. Mikaela með uppgjöfuna. Fín uppgjöf, vandræði móttöku á Stjörnunni. Og Erla þarf að setja hann yfir léttan. Og Heili sömuleiðis. Birta setur hann upp á miðuna. Frelsingi þarf að spila upp hjá Aftureldingu. Boltinn snertur og Aftureldingi jafnar 3-3. Fínt uppspil þarna fyrir aftan hjá Pirtu. Varnarleikur er ágætur hér upp öfuleiks. Steinunn setur þennan út. Vilja fá hann að snertingu, en engin snerting dæmt.
Fín móttaka þarna hjá Steinunni og Hailey setur hann í gólf. Vissilega gert. Fjögur. Fín uppgjöf, vandræði móttöku hjá Stjörnunni. Og Hailey fast smass bara beint í netstrenginn og niður. 5-4. Dýrleif Hanna með uppgjöfuna fyrir Stjörnuna. Og vandræði í sókninni hjá Aftureldingu og móttaka hann svolítið nálægt netstrengnum. Þannig að uppspilarinn Mikaela var í vandræði með að setja boltan upp. Spila honum upp. 6-4. Og góð uppgjöf þarna. Setur hann á uppspilarstaðinn. Og fín uppgjöf hérna hjá Dýrleifu. Og Hailey með smass en hún blokkuð. Ásthildur Gunnarsdóttir sér það. Dýrleif Hanna með uppgjöfuna. Fín uppgjöf, vandræði með móttökunni hjá Aftureldingu. Hailey setur hann að beint lausa nefið. Erla og Hailey. Varnarleikur. Brynja þarf að setja hann yfir en boltinn fer út fyrir. Snertir þarna anduruna sýnist mér. Sigdís Lind setur í gólfið. Ás. Fín uppgjöf hjá Sigdísi og Erla Rán að setja hann yfir og redda þessi yfir. Glæsilega gert hjá Mikaelu. Og Erla Rán fær hann aftur. Hún blokkuð. En Birta nær ekki að setja nógu hátt upp. 7-8. Blokkarna hjá Fjólu Rönd. 8-8. Afturelding að jafna hér hrinuna. Við sjáum á bekknum situr hún Thelma Rut. Thelma Dögg fyrirgeði Gretarsdóttir sem aðstoðarþjálfari hjá Aftureldingu en hún er búin að vera að spila hjá Galína í svissnesku deildinni. Galína félagsliðið í Liechtenstein. Móttaka hjá Brynju og Erla Rán með flott smass. Og Afturelding er að verja þetta og Vilína fara, setur hún í blokkina. Það komast yfir. 10-8. Matt Gibson hefur fengið nóg og tekur hér leikhlé. 10-8.
þá fá þeir þingeyingarnir sem eru á tölfræðinni að vinna upp tölfræðina á heimasíðu bli.is en hún var ekki virk hér í byrjun leiks. Mér sýnist þeir vera að laga þetta til. Nikar Jónsson og Stefán Jónsson, þó eru þeir ekki bræður. En liðin eru komin aftur til leiks. Sigdís ennþá í uppgjöfinni. Og Stjarnan nær að klára hér sókn. Og minnka munurinn í 1 stig, 9-10. Erla Rán með uppgjöfina. Já, hljóðlega móttaka hjá Velínu. Glæsileg sókn þetta hjá Stjörnunni. Ásthildur með slæt fyrir aftan. Fínt spil. Birta kann þetta alveg. 10-10. Já. Hámóttaka hjá Afturhendingu. Og settir boltan yfir. Brynja María blokku. Og Birta setur hann yfir. Fjóla spilar upp og Heili. Fínt skellur þarna hjá Heili. Birta setur hann aftur yfir. Og aftur út á kant. Fer út boltinn. Stjarnan vilja snertingu á þetta en það var ekki svo gott. 11-10. Fín uppgjöf hérna hjá Heili. Ásbeintur uppgjöf. Og móttaka hérna hjá Brynju, slæt hjá Ásthildi. Og Velína setur hann langt aftur á völl. Hann náði að bjarga þessu. Og yfir. Og Fjólarinn, glæsilegt hér fyrir aftan. 13-10. Afturhending að ná tökum á þessari hrinu. Eftir rösuga byrjun. Þessi bolti út. Og Brynja María með uppgjöfina. Það eru við móttaka hérna hjá Afturhendingu. Það ná að verjast en ná hann ekki. 14-11 Afturhendingu í vil. Heyrum að það er fín stemming í íþróttahúsinu að Varmá í Neskaupstað, í Mosfellsbæ. Ástæðna hjá Velínu Apostológu. 15-11. Og þessi bolti í netið hjá Fjólu. Ætlaði að reyna að lauma honum þarna yfir hávörnina. Ásthildur Gunnarsdóttir fer í uppgjöfina. Fín móttaka hjá Vili og spilið og hátt fyrir Fjólu, hittir ekki boltan. Dýr mistök hérna hjá Afturhendingu.
15-13. Og Ásmundur setur boltan í netið. Sextán, 13, Aftureldingu vil og Fjólar út með uppgjöfina. Vandræði í móttökunni hjá Stjörnunni. 17-13. Stjarnan þarf að gera betur til þess að setja smá spennu í þetta. Fín móttaka þarna og miðið svo. Smá mikkilingur þarna milli leikmanna hjá Aftureldingu. Flott lauma hjá Birtu Björnsdóttur. Sem fer svo í uppgjöfina, 14-17. Hún á góður uppgjöfur, hún Birta. Vandræði hjá Aftureldingu í móttökunni. Að setja þetta yfir. Og Afturelding ver þennan upp. Setja hann léttan yfir hér. Og Birta fyrir aftan. En þessi móti slegin út. Erla Rán. Sló hann bara langt út fyrir. Kælaði með uppgjöfun. Erla í neti. Þessi. Hún hefur ekki náð að finna sig hér í fyrstu hrinnu. Hún Erla Rán. Stigast í leikmaður liðsins. Og Stjarnan tekur sitt annað leikhlé. Stöðunni 14-19. Það sveiflukenndur leikur hjá þeim á laugardaginn þegar Afturelding vann á útivelli 3-1. Það var ekki eins sannfærandi og maður heldur. En Stjarnan gerði vel í þeim leik. Miðað við það að vera ekki með sinn venjulega uppspilara Rósu Dögg. Sjá hvað gerist hér í kvöld. 19-14, Mikaela með uppgjöfuna. Erfið móttaka hjá Stjörnunni, en Erla Rán hamrar þennan í gólfið. 15-19. Fín uppgjöf þarna og Ragnheiði og lauma frá Erlu Rán beint í gólf. 16-19. Það þurfa að saxa aðeins á fótskotið. Það er alltaf að ná einhverju spennu í þessa hrinnu. Og þessi frábær uppgjöf hér. Vandræði móttöku hjá Steinunni hjá Aftureldingu. Skila stigi fyrir Stjörnuna. 17-19. Flott uppgjöf hjá Ragnheiði aftur. Móttökan betri. Heili setur þennan yfir og Birta ætlaði að setja hennan út í horn. Heili lemur. Læsilega gert hjá Heili. Fastur bolti í stöðufinn. 20-17. Steinun í uppgjöfinni fyrir Aftureldingu. Fín móttaka hjá Ragnheiði og Erla Rán. Læsileg. Limur þennan vel í gólf.
Fín móttaka og lauma hjá miðjunni. Sigdísi Lind 21-18. Sigdís Lind sjálf komin í uppgjöfuna. Fín móttaka hjá Brynju. Miðja. Flott spil hérna. Ná að skila þessu Stjarnan. Vandræði í varnarleiknum hjá Aftureldingu. og Erla Rán komin í afturlínuna. Fín uppgjöf. Og Velína setur hann þarna. Boltinn upp í loft. Það halda áfram að halda þessu forskoti, 23 stig. Leikmenn Aftureldingar. Og Heili hérna með frábær uppgjöf. Birtan er að blokka. Willi setur hann auðveldan yfir. Og Brynja laumar. Þannig að teygir uppspilarinn sig Mikaela í bolta. Og það er missin út fyrir 20-22. Brynja Marja Ólafsdóttir með uppgjöfuna. Baneitruð lauma frá Mikaelu. Og Erla Rán setur hann yfir auðveldan. Willi nær ekki setja þennan yfir. 21-22. Stjarnan er að hleypa smá spennu í þetta hérna í lokin. Og fín uppgjöf hjá Brynju. Slæt hjá Fjólu sem gengur upp 23-21. Fín sóknenda hjá Stjörnunni. Afturlínan hjá Aftureldingu. Og lauma hjá Mikaelu. Glæsilega lauma hér. Beint með þetta niður í stöðu 4 á vellinum 24-21. Willi með uppgjöfina. Móttakan erfið hjá Stjörnunni. Það setur hann auðveldan yfir. Mikaela setur hann fyrir aftan. Fjóla Rut klárar þennan. 25. stig Aftureldingar í hús. 25-21 í fyrstu hrínu. Þetta er svona svipað eins og fyrri leikir liðana. Stjarnan þarf aðeins að setja meiri stöðuleika í sitt spil. Og Aftureldinga halda sínum. Og ættu að fá smá spennu hérna í þennan leik hér í kvöld. En í hinni viðureigninni í undanúrslitunum eru HK og Þróttur Nes að spila. Það lið spila klukkan 20:15 í kvöld í Íþróttahúsinu í Neskaupstað. Og Sport TV verður að sjálfsögðu með þann leik í beinni í kvöld. En staðan í þeirri rimmu er
2-0 fyrir Þrótti Nes sem að vann einmitt deildarmeistaratitilinn og bikarmeistaratitilinn núna fyrr í vetur. En úrslitin sjálf byrja svo næsta mánudag. Verður leikið þétt þar sem að enda þá í vikunni þar á eftir. En liðin fara að verða klár hér fyrir aðra hrinu. Sýnist ekki verða neinn breyting á byrjunarliðunum. En stiga eftir leikmenn í fyrstu hreinunni. Hún Erla Rán skoraði mest 5 stig, 2 hávarnir og 3 sóknir í liði Stjörnunnar. Svo það Fjóla Rut Svavarsdóttir með 4 og Hailey Reyna Hampton með 4 stig fyrir Aftureldingu. Byrjunarliðin eru eins. Birta byrjar í uppspilinu og Erla á móti henni í stöðu Díó. Digrileif og Aftildur á miðjunum. Og Ragnheiður Tryggvadóttir og Brynja María Ólafsdóttir á kvöntum. Já, liðið Aftureldingar það Mikaela í uppspilinu og Hailey Reyna í Díó-stöðunni. Steinunn og Fjóla á miðjunni. Og svo Melína Apostolova á kantinum. En á móti henni komin María Rún Karlsdóttir inn í byrjunarliðið. 1-0 fyrir Aftureldingu. Í staðinn fyrir hana Steinunni. Sendir boltan út þarna og María Rún. María Rún hefur verið meitt stærstan hlutan af tímabilinu og svona að reyna að spila sig aftur inn í liðið. Gríðarlega sterkur leikmaður sem kom frá Þrótti Nes í fyrra. Ragnheiður Tryggvadóttir hérna með uppgjöfuna. Sóknir það hjá Erlu Rán. En eins og glöggir áhorfendur sjá þá Steinunn Guðbrandsdóttir komin inn á miðjuna hjá Aftureldingu í stað Sigdísar. Þannig að það voru í raun 2 breytingar á liði Aftureldingar. En Ragnheiður hérna 2-1 fyrir 3-1 fyrir Stjörnuna, setur hérna Ás. Vandræði móttökuðna hjá Kristínu. Settir auðveldan yfir og hann dettur í gólfið hjá Aftureldingu. 4-1. Stjarnan byrjar hér aðra hreinuna mun betur heldur en Afturelding. Og þjálfdómari Brynjar aðeins að leiðbeina leikmönnum Aftureldingar, líklega mannasiði. En Ragnheiður setur boltan inn. Ás, annar Ás frá Ragnheiði Tryggva hér í þessari seríu. 5-1. Aftureldinga á fá svör við þessum sterku uppgjöfum frá Ragnheiði. Þessi fer út fyrir. Ætlaði sennilega að skora þarna þriðja Ásinn, en þá fer hún María Rún í uppgjöfuna.
Flott uppgjöf en örlítið út fyrir. 6-2. Yfirleif Hanna Sigmundsdóttir. Fín uppgjöf, vandræði hjá Aftureldingu í móttökunni enn og aftur. Skilast í hérna til Stjörnunnar, 7-2. Þessi bolti inni. 8-2. Kæri hérna raða niður ásunum hjá Stjörnunni meðan leikmenn Aftureldingu horfa bara á. Eitthvað þarf að breytast. Fín uppgjöf hérna hjá Dýrleifu og Velína með fast smass. Birta setur hann upp á Erlu sem setur hann á hávörðina. Mikaela spilar á Hailey. Setur hann í gól. Vel gert hjá Hailey. Steinunn Guðbrandsdóttir með uppgjöfina. Fínt miðjuspil þetta hjá Stjörnunni. Boltinn hérna að verja þessu setur hann yfir og aftur á miðjuna hjá Stjörnunni. Setur hann veldan yfir. Erla sækir þriðji boltinn á miðjuna. Ásthildur þurft að lauma þessum og Hailey setur hann léttan yfir hávörðina og í gól. 4-8. Og Steinunn hérna með uppgjöfina. Erla Rán sækir. Í smá vandræðum með vörnin hjá sér, bæði lið. Og Hailey setur þennan í Birtu Björns og hann fer upp í loft. 5-8. 4-8 fyrir Stjörnuna. Aftureldinga sækir sér veðrið. Já, þessi bolti er úti frá Steinunni. 9-5. Fín móttaka hérna hjá Aftureldingu. Hailey setur hann út í horn. Yfir Sóleyju frelsingja Stjörnunnar. Glæsilega gert hjá Hailey. Móttaka hjá Stjörnunni. Ásthildur lauma frá Mikaelu. Birta setur á Brynju, blokkin og út fyrir. 10-6. Og Brynja sjálf í uppgjöfunni. Setur hann í netið. Vandræði með hérna Stjörnur konur. Vörn hérna hjá Aftureldingu. Slættir fyrir aftan. Afturinn svo. Erla setur þennan erfitt uppspil þetta frá Birtu. Setur hann í mitt netið þarna.
og enn minnkar Afturelding muninn 8-10. Flott uppgjöf hérna, já, Willi setur hann beint í gólf meðan móttakan á stjörnunni bara horfir á. Ásjá Velínu Apostolova. Flott uppgjöf hérna önnur. Hann á að verjast. Og María Rún með sókn sem endar í Brynju og hún setur hann hátt í loft. 10-10. Bolti má ekki snerta neitt í loftinu. Og sem íþróttahús eru það með svona tjöld sem að boltinn fer stundum í. Þá er hann dæmdur úti. 10-10 og Stjarnan tekur leikhlé. Matt Gibson greinilega ekki ánægður hvernig liðið er að missa niður þetta forskott trekk í trekk. Gerist einnig í fyrstu hrinunni. En það fer alltaf að vera klárt hérna fyrir framhaldið. Leikurinn í svona jafnvægi ennþá. Velína Apostolova með uppgjöfuna. Fín uppgjöf. Brynja í vandræðum. Það ná honum ekki þarna. 11-10. Fín uppgjöf hérna hjá Willi og Fjóla fyrir aftan. En það er blokka. Sýnst þetta að vera Ásthildur Gunnars sem blokkaði þennan. Eitthvað eru nú boltasækjararnir að slugsa með að afhenda boltan. En Ásthildur er hér í uppgjöf 11-11. Allt í játnum. Erfið móttaka þarna hjá Krissi og Ragnheiður með flottan skell hér á frelsingan sem bræðir ekki við hann. Stjarnan komið aftur yfir 12-11. Ragnheiður hefur á góða leiki. Stjörnuna hér í þessari rimmu. Þessi bolti svífur örlítið út. 12-12 er staðan. Fjóla Rut með uppgjöfuna. Fínasta uppgjöf. Móttakan í lagi. Og Ragnheiður setur hann í hávörnina. Og María Rún. Rán fær hann fyrir aftan, setur hann í gólf. Frábær stig hjá Stjörnunni. Birta með uppgjöfuna, setur hann í netið. Rándýrt þarna. Seytist hún sparkaði aðeins í boltan á eftir, en sennilega voru það einhver mistök. Einhver hefði nú fengið að líta eitthvað spjald fyrir það. Ragnheiður setur þennan bolta. Snerting á hávörnina dæmt. 14-13, Stjörnunni í vil. Ragnheiður í vandræðum hérna, Afturelding. Boltinn er út fyrir antennuna og
Þarlegandi hann ekki löglegur. En dýr mistök hjá Aftureldingu. Stjarnan komið hér í 15-13. Og hann ná tökum á þessari hreinu. Ragnheiður. Fín móttaka hjá Velínu. Eli setur hann í gólf. 14-15. Smá spenna hérna í miðri hrinunni. Þar hún. Fína uppgjöf. Og Erla Rán. Glæsileg sókn hjá Stjörnunni. Erla Rán að skila vel. Dýrleif Hanna, þessi staða gekk vel hjá Stjörnunni í síðustu hreinu. Og fín vörn hér. Erla setur hann í stöðu 4. Og vel gert. Erfitt uppspil þarna hjá Mikaelu. Og Erla Rán fær hann. Setur hann í hávörnina. Það redda þessu upp. Glæsileg vörn hérna hjá Aftureldingu. Miðjan. Sett í snertingu og út. Flott spil hérna hjá Stjörnunni. 17-14. Og Afturelding tekur hér sitt fyrsta leikhlé. 17-14 fyrir Stjörnuna. Það þurfa aðeins að stilla sig betur af. Þetta sinnið. Og Dýrleif Hanna með uppgjöfuna. Þessi bolti svífur út. Segja að þarna hafi þjálfarinn unnið stigið. Tekið leikhlé til þess að trufla uppgjafarann. En Steinunn Guðbrandsdóttir í reitnum. Setur hann í netið líka. Mistök á báða bóga hér. Þá Erla Rán komin í afturlínuna. Og mun væntanlega sækja úr stöðu 1. Já, fín móttaka hérna á Maríu. Heili. Fast smass. En á að redda þessu og Erla. Flott smass hjá Erlu. Nær að skora hér 19. stigið, 19-15. Erla hér með uppgjöfuna og Velína tekur á móti. Fín móttaka. Fjóla setur laugmarunu yfir. Birtan að verja hann. Flott varsla. Sókn hjá Aftureldingu. Glæsilegt. Beint í gólf hjá Heli. Fast var það. 16-19. Brynja María setur þennan í netið. Smá lína hérna til Aftureldingar. 17-19. Aftureldingar Stjarnan hérna með erfiða sókn. Ná að verðast þessu. Og Ásthildur hérna með þurfa að setja hann yfir hérna trekk í trekk. Og Birta að reynda að lauma honum á miðina.
Sniðug lausn hérna hjá uppspilunum. Glæsilega gert. Stjarnan skorar stigið. 20-17. Komið þarna smá stríð á milli uppspilarana. Maður reyna að skora stigið. Það verður ansi fróðlegt stundum. Það stríð. Fín móttaka. Og góð blokk þarna hjá Ragnheiði. Fyrir að setja hann auðveldan yfir. Birta með uppspil á Ragnheiði. Setur hann. Flott vörn hérna hjá Kristínu. Það fyrir að redda þessu. Ragnheiði setur hann léttan yfir. Og Heili í afturlínunni. Og Erla Rán í afturlínunni. Setur hann beint í gólf. Glæsileg sókn hjá Stjörnunni. Og afturhelding Eduardo Herrero tekur hér leikhlé, sitt seinna leikhlé í hrynunni. 21-17 fyrir Stjörnuna. Og liðin komin eftir inn á klári. Restina 21-17 Brynja María í uppgjöf fyrir Stjörnuna. Flott uppgjöf. Glæsilega enn betri móttaka. Beint á strenginn fyrir Mikaelu sem sett hann upp á miðuna. Fjólarud í golf. Belína Apostolova á fyrir aftur. Hjá henni 19-21. Nær afturhelding að hleypa smá spennu hérna í blokk hreinunar. Fín uppgjöf. Erfitt uppspil þarna hjá Birtu. Það ná að spila úr þessu. Erla Rán setur hann léttan yfir. María vörn Brynju. Erla Rán úr afturlínunni, setur hann beint í netið. 20-21. Afturhelding að komast nær Stjörnunni hér. Móttaka hjá Sóleyju. Hræðileg mistök hérna hjá Ásthildi. Lemur þennan beint út. Þetta má ekki gera, en Matt Gibson tekur hér sitt seinna hlé í hrynunni til að stappa stálinu í sínar konur. Þær eru búin að vera góðar hér í þessari hrynu. (21-21) er staðan. Belína Apostolova með uppgjöfina fyrir afturheldingu. Og setur hann beint í gólf. Glæsileg uppgjöf hérna hjá Belínu. Annar ásinn hennar hér í þessari seríu. Móttaka. Birta laumar honum, þær náðu að bjarga þessu yfir. Vel gert þetta hjá afturheldingu. Ragnheiður með smass. Frábært smass hjá Ragnheiði. Búin
búin að vera að skila hér mikilvægum stigum fyrir lið Stjörnunar. Hennar 7. stig í leiknum. Ásthildur Gunnarsdóttir með uppgjöfina. Fín uppgjöf hérna. Og María Rún. Það væri frá henni Fjóla. Það verjast þessu af Stjörnukonur. Fyrir að setja léttan yfir. Og flott spil hérna hjá Afturhendingu. Það er blokka. Glæsilegt stig. Þeir vilja meina að það hafi verið seiling hjá Afturhendingu. Sýndist boltinn hafa verið á leiðinni yfir. Þannig að þetta var alveg löglegt og réttur dómur hjá Brynjari og Jóni Óla. 23-22. Fjóla Rut með uppgjöfina. Erfið móttaka. Ragnheiður þarf að lauma honum yfir. Það er María Rún slær boltan aftur á völl. Aftur laumar Ragnheiður. Fær hér annan séns. Glæsilega gert hjá Dýrleifu. Það var nákvæmlega eins og áðan. Vilja hafa Afturhendingar þjálfarinn vill meina að hún hafi snert netið, en það var ekki svo. Sýndist að það hafi verið boltinn. 23-23. Smá spenna hér í hrinunni. Og María Rún með mikilvægt stig fyrir Afturhendingu. 24-23. Setur hann aftur á völlinn. Og þær náðu ekki að verjast. Mikaela einn sterkasta uppgjafarkonan hjá Afturhendingu. Og Eili fær boltan hér. Og það er blokkuð. Erla Rán Eiríksdóttir ætlar ekki að gefa Afturhendingu neitt hér í kvöld. Glæsilegt hávörðina hjá henni. 11. stig Erla Rán í leiknum. 24-24. Spennan rafmögnuð hér í Mosfellsbænum. Fín uppgjöf hérna hjá Ragnheiði. María Rún setur hann út fyrir. 25-24. Stjarnan hér að komin yfir. Þarf 1 stig til þess að vinna hrinuna. Fín uppgjöf hjá Ragnheiði. Og Heili setur hann. Þyrftan er að verjast. Erla Rán fær hann hér. Flott vörðin hjá Mikaelu. Og María Rún setur hann yfir. En Stjarnan klaufi. Nær ekki að koma boltanum í leik þarna. Og María Rún fær stigið og fer beint í uppgjöfarreitin. 25-25. Fínu uppgjöf, Stjarnan í vandræðum. Dýrleif þarf að setja hann léttan yfir. Og Afturhending með frábæra skell. Heili reyna, Anton. Frábær smass frá henni, 26-25. Og þá er Afturhending komin í þá stöðu að geta unnið hrinuna. Skjótt skipast veður í lofti þegar komið er í upphækkun. Sverð Engvar. Og uppgjöfin frábær frá Maríu Rún. 27-25 fyrir Afturhendingu. Og eru þær því komnar í 2-0 í hrinum dalið í þessum leik. Þessum þriðja leik í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Og má eiginlega segja að Afturhending hafi stólið svolítið sigrinum í þessari hrinu. En Stjarnan átti frábærar byrjun hér. Var yfir lengi vel. En liðin voru svolítið jöfn hér miðbygg hrinunar. En Afturhending nær að jafna leikinn í 21-21 og
svo stál í stál fram í lok hrinunar. Nú Hailey Reyna Hampton já, liðið Aftureldingar stigahæst með 12 stig og Velína Apostolova hér með 7 og Fjóla Rut Svavarsdóttir með 6. En í liði Stjörnunnar hún Erla Rán Eiríksdóttir sem fer með 11 stig og 3 stig. Hún með 3 blokkir eða 3 háarnir. Og síðan hún Ragnheiður Tryggvadóttir með 6 stig. Góður leikur af henni hér í kvöld. Og nú bara að sjá hvort að Eduardo þjálfari Aftureldingar heldur þessu sama liði eða hvort hann breyti tilbaka. Ekki úr miklu að móða fyrir Matt Gibson þjálfara Stjörnunnar sem heldur sér líklegast við sama byrjunarlið í næstu hrinu. Já, liðin eru þá að verða klár hér fyrir næstu hrinu. Stjarnan ekki með neina breytingu á sínu liði. Og Afturelding ekki heldur frá hrinu 2. Heldur hérna inni Fjólu Rut og Steinunni á miðjunni og María Rún Karlsdóttir á kantinum á móti Velínu Apostolova. Birta Björnsdóttir hér með fyrstu uppgjöf. Vandræði í móttöku hjá Aftureldingu og spilaði sig yfir og Dýrleif setur þennan bolta bara út, beint út. Og Mikaela Deroshi með uppgjöfuna fyrir Aftureldingu. Setja hann léttan yfir hér og Brynjar dæmir hér mokstur á Aftureldingu. Þær hafa haldið boltanum aðeins svo lengi í höndinni. María Rún fer þá í uppgjöfarreitin. Fín uppgjöf hjá Maríu, vandræði móttöku hjá Stjörnunni. Hailey setur boltann í hávörðina og út. Gerð 3-1 fyrir Aftureldingu. Þessi bolti flýtur út frá Maríu Rún. Dýrleif handa með uppgjöfina hjá Stjörnunni. Þessi bara lekur yfir netið og í golf. Glæsileg uppgjöf hjá henni Dýrleifu. Aftur flott uppgjöf, góð móttaka hjá Aftureldingu og Velína með fast smass hérna aftur á völl og Erla Rán fær boltan. Velína vera
fær aftur boltan og setur hann lausan yfir hávörðuna. Það Ásthildur og dæmt yfirstig á Aftureldingu. Einhverju hefur stigið þar yfir miðlínuna. Það Jón Ólafur Valdimarsson, aðstoðardómari hér í kvöld, sem að sá þetta. Dýrleif Hanna með uppgjöfina. Þessi bolti úti. Og 4-4 staðan. Steinunn í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Óttakan missir hann yfir. Á að bjarga þessu hérna, Stjörnukonur. Og erfiðir boltar hérna hjá þeim. Og þarna dæmir dómarinn tvíslag á Birtu. Hárréttur dómur sýndist mér. Frekar óhreint tvíslag. Þarna Steinunn með boltan. Erfið móttaka hérna hjá Stjörnunni og það setja hann í netið. Frekar auðvelt stig fyrir Aftureldingu. 6-4 staðan. Hjá Ragnheiði, fín Eili. Erla Rán, það ná að bjarga þessu. Aftureldingar stúlkur. Og Erla Rán fær hann aftur. Flott smass hjá henni, fast. Þeim að Steinunn Guðbrandsdóttir réði ekki við. Erla Rán með uppgjöfina. Fín uppgjöf. Kristína spyrir þessu upp. Velína systirinnar setur hann yfir. Kristína þarf að spila aftur upp fyrir Aftureldingu. Þessi bolti hann snertur eða hvað? Já, hann snertur. Já. Snerti þennan örlítið. 7-5 fyrir Aftureldingu. Fín sókn þarna hjá Stjörnunni. Ná að verjast þessu. Og Brynja María með uppgjöfina. Fyrirliða Aftureldingar. 8-6. Fínlega maður frá Birtu. Eili þarf að setja hann langan en Sóli ræður ekki við þetta. 9-6. Velína með uppgjöfina. Já, móttakan ekki góð hjá Stjörnunni. Nú var það Erla Rán sem var fyrir barðinu. Staðan 10-6 og Mark Gibson tekur leikhlé fyrir Stjörnuna.
Hvað þarf Eduardo að segja sínum leikmönnum meira heldur en Matt því þær voru svolítið lengi út af en nú það boltasængjarinn sem að slugsa Velína Apostolova í uppgjöfinni 10-6 vandræði móttöku hjá Stjörnunni enn og aftur fjóla með gott spila með stiga smassa miðinni Erla Rán þar hann afturlínunni setur hann yfir, flott lauma frá Mikaelu og Erla Rán aftur setur hann í hávörnina Kristína þarf að spila upp og Mikaela var boltan hér slær boltan út og Stjarnan var stigið 7-10 Ásthildur í uppgjöfinni fín uppgjöf hjá Ásthildi það fyrir að setja léttar yfir hér og Ragnheiður með glæsilegt smass sem fer niður með blokkinni dæmt mók á leikmenn Aftureldingar og Ásthildur með uppgjöfin 8-10 með sóknar afturlínu og Ragnheiður þarf að setja þennan setur hann út fyrir andlínuna og leiðandi hann dæmdur úti Fjóla Rut með uppgjöfina 11-8 Birta nær að skora þetta stig með laum í gólf en þeir svo sjálfi í uppgjöfina fín lauma hérna á Mikaelu dæmt tvíslag á Erlu Rán hárréttur dómur sýndist mér 12-9 virðist eins og Aftureldingar ætla að sigla hér sigrinum heim en Stjarnan Erla Rán gefst ekki upp komum með 14 stig hérna í þessum leik Ragnheiður með uppgjöfina, fín móttaka hjá Kristínu miðjuspil hjá Steinunni frábærlega gert hjá þeim Mikaelu og Steinunni sók fyrir aftan stuttur aftan María Rún flott uppgjöf hjá Maríu og hann á að setja hann yfir hér Stjarnan og combination hérna hjá þeim boltinn lendir inni, hann blokkaður hann lendir á línunni sýndist Heili vilja sýna dómarunum að boltinn hafi virkilega lent fyrir utan og þá fær fyrirliði Aftureldingar tiltal frá dómarunum 13-11 fyrir Aftureldingu fín móttaka hjá Maríu Rún Velína læsilega gert náðar hann á þessu nei, hann náði þess ekki 14-11 Brynjar búinn að halda spjöldunum svolítið í vasanum en þá þrátt fyrir rifrildi leikmanna dómgæsluna þetta allt saman hluti af leiknum að sjálfsögðu frábær sókn hérna hjá Stjörnunni 12-14
15. stig. Afturöldingar komið í hús. Móttakar á Sóley og frábært slætt þarna hjá Ásthildi sem skorar hér sitt 7. stig. Og flott sókn hérna hjá Willi sem setur hann í frelsingan. Það er ekki að halda þeirri vörn. En Willina hér með uppgjöfuna. Fínn varnarleikur hér hjá Aftureldingu. Það er að setja auðvitað yfir. Og Ragnhildur setur auðvitað yfir en hann fer út fyrir. 17-13. Aftureldinga ná tökum á þessari hrinu. Spurning hvort að þjálfari Stjörnunnar sé að íhuga leikliðið sitt, annað leikliðið. Þessi bolti er úti frá Ragnhildi. Þá tekur Matt Gibson sitt annað leiklið í hrinunni. 18-13. Það virðist vera eins og Afturelding sé að sigla þessu heim. En síðan hér á eftir, klukkan korter yfir 8, hefst leikur Þróttanes og HK, þriðji leikur. Og það er sömu sögu að segja þar, heimaliðið er í þeirri stöðu að geta tryggt sig í úrslit. En Afturelding er hér á góðri leið með að tryggja sér sætið þar. Fínu uppgjöf hérna hjá Velinu Apostolova. Beint í netstrenginn og lekur yfir. Oft talað að þetta séu bestu stigin. En hún er hér aftur með uppgjöfuna, 19-13. Þessi bolti svífur örlítið út. Og Stjarnan komin með 14 stig. Ásthildur, flott uppgjöf, en móttaknar fer yfir. Birta reynir að lauma, en Fjóla tekur áverðan hana. 20-14. Það virka ákveðnar leikmenn Aftureldingar að klára þetta hér og nú. Vilja komast í smá frí fyrir úrslitarimuna sjálfa. Stjarnan þarf að setja hann auðveldan yfir. En Dýrlið reynir hans massa. Og Steinun nær að blokkana. 21-14. Hér í þessum leik 8. Fjóla er að gefa upp. Þessi bolti leikur yfir úr móttökunni. María Rún. Og Erla Rán fær hann úr afturlínunni. Snerting dæmt á lið Aftureldingar. Og skipting hjá liði Stjörnunnar.
Kemur inn númer 15 Heiðrún Ómarsdóttir í stað Dýrleifu Sigmunds og Birta Björnsdóttir í uppgjöfinni. Góð uppgjöf hjá henni, það ráði ekki við hana. Á afturhaldingu 16-21. Kemur áhlaup hér á Stjörnunni eins og svo oft áður sem við höfum séð. Fín móttaka hérna hjá Línu. María Rún smalt í hávörðina og út. 22-16. Og ás hér hjá Mikaelu. 23-16. Það má nú segja að þetta sé að komast, sé að hafast hjá afturhaldingu. Erla Rán segir nei, takk, lemur þennan í vörnina og út fyrir. Heldur smá lífi, Ragnheiður Tryggvadóttir komin í uppgjöfina. 17-23. Fín móttaka þetta hjá Kristínu. Vilína setur upp, Heili yfir, Sóley þarf að spila upp, Erla Rán, sókn og María Rún setur hann í gólfið, 24-17. Frábært að sjá hana Maríu Rún aftur á blakvellinum, koma tilbaka úr meiðslum. Hefur nú fengið hér dýrmætar 2 hrinur til þess að reyna að spila sig inn fyrir úrslitin sjálf. Ég ekki veitir af gegn andstæðingnum. Þessi bolti inni. Ás frá Maríu Rún. Toppar hennar leik hér. 25-17. Nú stigaðustu leikmenn í þessum leik eru það Heili Rína Hamdón með 16 stig og Melína Apostolova með 13 fyrir afturhaldingu. María Rún skorar hér 7 stig í hennar í þessum leik. En Erla Rán Eiríksdóttir með 17 stig fyrir Stjörnuna og Ragnheiður Tryggvadóttir og Ásthildur Gunnarsdóttir eru báðar með 7 stig. Og afturhalding hér búið að tryggja sér sæti í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Þær mæta annaðhvort Þrótti Nes eða HK, en þriðji leikur þeirra liða er hér á eftir það bil klukkustund. Við hér á Sport TV kveðjum í bili, sjáumst aftur rétt fyrir næsta leik sem hefst klukkan 20:15. Takk fyrir mig. Skóbomba. Skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði.